Dagsektir voru lagðar á leigusala sem leigðu út íbúðir í iðnaðarhúsnæði sem brann í Hafnarfirði í gær. Formaður húsfélagsins hefur ítrekað bent bæjaryfirvöldum á lögbrot. Mikil flóð hafa hrellt Kaliforníubúa í fyrsta hitabeltisstorminum í rúm 80 ár. Dæmi eru að rigning á einum degi sé á við tífalda úrkomu heils sumars. Nýtt snjóframleiðslukerfi í byggingu í Bláfjöllum. Þannig verður hægt að fækka snjólausum dögum í skíðabrekkunum og opna fyrr á veturna. Landamæraverðir í Sádi-Arabíu fremja fjöldamorð á flóttafólki frá Eþíópíu sem reynir að komast inn í landið samkvæmt nýrri skýrslu. Bandaríkjastjórn hvetur þarlend stjórnvöld til að rannsaka málið. Skálholtskirkja er orðin eins og ný eftir yfirhalningu. Litlu munaði að helstu verðmæti kirkjunnar eyðilögðust í leka fyrir 3 árum. Vígslubiskup segir að hún hafi aldrei verið í betra standi. Gott kvöld. Formaður húsfélagsins í húsi sem brann við Hvaleyrarbraut í gær segist ítrekað hafa komið kvörtunum áleiðis til byggingafulltrúa í Hafnarfirði vegna ólöglegrar búsetu í húsinu. Bæjaryfirvöld hafa beitt dagsektum vegna málsins. Það er mildi að ekki fór verð þegar kviknaði í iðnaðarhúsnæði við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði í gær. Slökkvistarfi lauk seint í nótt, brunin er ekki rannsakaður sem sakamál samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Á annan tug einstaklinga bjuggu ólöglegi húsnæðinu við ótryggar brunavarnir. Húsið er gjör ónýtt. Það er ljóst að tjónið hér í gær var gríðarlegt. Af samræðum okkar við eigendur sem voru með hluti í geymslunum voru listaverk sem brunnaðan inni, meðal annars eftir Jóhannes Kjarval og Nínu Tryggvadóttur, en það bjargaðist líka ýmislegt. Hér má sjá að forbíla, hérna er Buick og Chevrolet sem þeir náðu út úr húsinu og ekki síst Rolls Royce sem þeir keyrðu út úr logandi húsinu. Þetta er náttúrulega að synka inn svona með tíð og tíma. Þetta er náttúrulega búið að vera álagstími í gær, mikill og áfall fyrir flest alla hérna. Er vitað hversu margir bjuggu í húsinu? Nei, það er engin formleg tala til eða þessu er náttúrulega haldið leyndu. Það er engin að upplýsa það hverju búa á hverjum stað vegna þess að þetta er náttúrulega óleyfilegt að búa eða vera með íveru hérna í þessum húsnæði. Þetta er fyrst og fremst iðnaðarhúsnæði. Þetta er ekki skrifstofuhúsnæði. Og þetta er ekki íbúðarhúsnæði. Og ég hef ítrekað haft samband við byggingafulltrúa Hafnarfjarðar það að þessi búseta hér er ekki í lagi vegna þess að hér hafa stundum verið börn líka og þetta sé iðnaðarhúsnæði og það að lokum þá 2016 þá kom slökkviliðið og heilbrigðiseftirlitið í aðgerðir og fjarlægði hérna fólk. Aðrir eigendur hafa gert athugasemdir við ólögmæta búsetu en samkvæmt upplýsingum frá byggingafulltrúa Hafnarfjarðarbæjar voru dagsektir lagðar á eiganda sem leigði rýmin út eftir 2016. Það voru ágallar á brunavörnum metnir alvarlegir. Eigendur húsnæðisins hafa gert athugasemdir við það að það skuli vera fólk hérna. Og það er ekkert vitað hverjir standa baki þessu? Það er svona eins og segir, maður veit ekki, það er enginn sem er tilbúin til að segja, heyrðu, ég er að fara að leigja hérna íbúðum, leigja þetta sem íbúðir eða íverustaf. Það er enginn sem upplýsir okkur það. Ævar hafnar því að eldvörnum hafi verið ábótavant í öllu húsinu. Eldvarnir hafa núna undanfarið lagast mikið og það er alls ekki þannig að þetta sé mjög ábótavant. Eldvarnir í mörgum bílum eru mjög góð. Og þú sjálfur missir nokkurn veginn allt sem var að vinna, ekki satt? Já, ég missi allt. Hitabeltisstormur gekk yfir Suður Kaliforníu í gær í fyrsta sinn í 84 ár. Úrkomumet hafa fallið hvert af öðru og flóðaviðvaranir gilda fyrir milljónir manna. Stormurinn myndaðist á Kyrrahafi sunnan við Mexíkó og gekk á land Mexíkómegin á Kaliforníuskaga. Hann hafði þá styrk fellibils en var kominn niður í hitabeltisstorm þegar hann reið yfir sunnanverða Kaliforníu. Þar kom síðast hitabeltisstormur árið 1939. Úrkoman sem fylgdi storminum sló fjölmörg úrkomumet. Í San Diego var hún til dæmis 46 millimetrar sem er 10 sinnum meira en meðal úrkoma á heilu sumri. Vatn hefur flætt í stríðum straumum vegi sem hefur þurft að loka og í sumum tilvikum hefur mikill aur borist með þeim. Í Palm Springs voru göturnar víða eins og breiðar ár eða jafnvel stöðuvött sem enginn komst yfir nema fuglinn fljúgandi. Þar náðist ekki samband við neyðarnúmerið 911 og var fólki ráðlagt að mæta á næstu slökkviliðs eða lögreglustöð í eigin persónu til að biðja aðstoð. Og stórborgin Los Angeles slapp heldur ekki við flóða á götunum.
Disneyland lokaði görðum sínum seinnipartin í gær, enda vistin ekki beinlínis hugguleg þar. Our message today remains the same. Stay safe, stay informed and stay home. Flóðaviðvaranir eru nú í gildi hjá alls 26 milljónum manna. Vitað einn sem drukknaði í Mexíkó þegar flóðbylgja hreif með sér bíl sem hann var í, en ekki hafa borist fréttir af frekara manntjóni. En þetta ekki einu hamfarirnar sem hafa dunið á Kaliforníu. I've got CAL FIRE worried about wildfires because of the winds, not just the tornadoes. Walk out of the OES, the Office of Emergency Services in San Bernardino, and check my phone and learn about an earthquake. Sá var 5,1 að stærð og olli ekki tjóni. Stormurinn nú á leið yfir Nevada, en hitabeltistormur hefur aldrei áður farið yfir það ríki. Síðan búist við að hann gangi yfir Oregon og Idaho. Landamæraverðir hafa skotið 100 til bana og beitt fólk hrottalegu ofbeldi sem reynir að komast inn í Sádi-Arabíu frá Eþíópíu. Þetta kemur fram í skýrslu mannréttindavaktarinnar sem var birt í dag. Skothríðin frá þeim var eins og rigning, titill skýrslunar. Hún 73 blaðsíður og byggð á heilmikilli rannsóknarvinnu. Meira en 100 myndskeið og myndir voru sannreind, gervihnattamyndir greindar og síðast en ekki síst voru tekin viðtöl við 42 einstaklinga. When Saudi border guards see a group, they fire continuously. When they kill everyone, they go down to collect all those who didn't die. This is what happened to me. I survived, and they came to meet me and showed me the dead. Then they took us to a detention center and beat us all there. Niðurstaða mannréttindavaktarinnar að landamæraverðir hafi myrt 100 hið minnsta og notað til þess skotvopn og sprengivopn. Mörg voru skotin af stuttu færi og fjöldi fórnarlamba voru konur og börn. Árásinnar voru skipulagðar og mörg þeirra sem lifðu af voru beitt hrottalegu ofbeldi. Það var skotið á fólk sem reyndi að fara tilbaka. Fólkið var að flýja frá Eþíópíu, var hættulega leið sem stundum kölluð austurleiðin. Hún byrjar á horni Afríku, þaðan yfir Adenflóa, í gegnum Jemen og yfir til Sádi-Arabíu. Smyglarar fara með fólkið í tvennar búðir sem settar hafa verið upp í Jemen nærri landamærum Sádi-Arabíu. Þar þúsundum safna saman og fólk býr sig undir ferðalagi yfir landamærin. We walked in the mountains for about 5 days. We walked in groups, minimum 300 people, and most of the group was female. Then there was firing from the border guards, and they were firing big rocket launchers at us. It was like a bomb. Of the 300 people, 150 died. Bandarísk stjórnvöld segast hafa viðrað áhyggjur sínar við stjórnvöld í Sádi-Arabíu og hvatt þau til þess að rannsaka málið. Lucy Letby var í morgun dæmd í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða 7 unga börn meðan hún vann sem hjúkrunarfræðingur í Chester á Englandi. Hún reyndi að myrða 6 börn til viðbótar en rannsókn hafin á því hvernig Letby tókst að myrða og skaða svo mörg börn áður en nokkuð var aðhafst. Letby neitaði að vera viðstödd dómsuppkvaðninguna sem vakti reiðir meðal aðstandenda fórnarlambanna. Samkvæmt úrskurði dómara á hún enga möguleika á að sleppa úr fangelsi. Þess háttar úrskurður sjaldgæfur og aðeins 3 konur hafa áður fengið slíkan dóm. Dómarinn var harðorður þegar hann kvað upp dóminn. There was a deep malevolence bordering on sadism in your actions. During the course of this trial, you have coldly denied any responsibility for your wrongdoing and sought to attribute some fault to others. You have no remorse. There are no mitigating factors. I think it's cowardly that people who commit such horrendous crimes do not face their victims and hear firsthand the impact that their crimes have had on them and their families and loved ones. And we are looking and have been at changing the law to make sure that that happens, and that's something that we'll bring forward in due course. Miklar framkvæmdir standa yfir á skíðasvæðinu í Bláfjöllum þar sem verið að koma upp snjóframleiðslukerfi. Markmiðið að fækka snjólausum dögum í brekkunum og að skíðatímabili geti hafist fyrr á veturna. Það gerist oft í Bláfjöllum að það ekki hægt að fara á skíði vegna snjóleysis, en það horfir vonandi til bóta því hér verið að bora eftir vatni fyrir snjóframleiðslukerfi. Í byrjun sumars var tekin fyrsta skóflustunga lóni undir vatnið sem notað verður til að framleiða snjóinn. Í síðustu viku var svo byrjað að bora eftir vatni.
Það geti tekið 3 vikur en það gerir borunina erfiðari hversu þurrt á svæðinu. Lögð nótt við dag svo hægt verið að ljúka verkefninu sem fyrst. Bora þarf niður á 350 metra dýpi til að komast í vatn sem verður veitt yfir í vatnslónið. Lónið rúmar meira en 12.000 rúmmetra vatni til snjóframleiðslu. Svona stútum verður komið fyrir í brekkunum og hérna mun framleiddi snjórinn streyma út. Vonast til að hægt verið að taka kerfið í notkun strax í vetur og að ekki þurfi að hafa lokað á fallegum vetradögum vegna snjóleysis framar. Þá standa yfir ýmsar aðrar framkvæmdir. Drottningin, ein elsta stólalyfta landsins, var tekin niður í sumar. Í stað hennar kemur ný 4 sæta stólalyfta og nýtt þjónustuhús á döfinni. Skálholtskirkja hefur aldrei verið í betra standi, segir vígslubiskup. Kirkjan fór illa í leka fyrir 3 árum og menningarverðmæti lágu undir skemmdum. Það var heldur dapurlegt að litast í Skálholtskirkju fyrir 3 árum. Þakið var orðið illa farið og í janúar kom upp mikill leki þar sem minnstu munaði að verðmætt bókasafn yrði fyrir vatnstjóni. Bókasafni var í eigu Þorsteins Þorsteinssonar sýslumanns og var geymt í turni kirkjunar. Það fossaði niður vatnið af Klukknabortinu og niður á bókasafnið og niður í kirkju og það var nú þegar verst var þá var kistulagning og klukkutíma hliða, 1,5 tíma á milli kistulagningar og útfarar og ég var þar með fægiskóflu að moka upp vatnið á gólfinu. Var það í starfslýsingunni hjá þér að moka vatnið með fægiskóflu? Nei, heldur ekki að moka snjó. Kristján segir framkvæmdir hafa gengið vonum framar. Og var allt svona laga sem að þú vildir? Já, eiginlega meira. Það var bara þannig að við ætlaðum að fara að mála hana innan og þá var ákveðið að skipta alla lagnir og bæði rafmagnslagnir og hitalagnir og allt og hún var bara alveg tekin í nefið. Einnig var gert við ytra byrði kirkjunar, þakið og klukkurnar. Orgeli var hreinsað, skiptumdren og eldingarvari settur upp ásamt nýjum gluggum. Skálholt státar af einhverjum fegustu kirkjulistaverkum þjóðarinnar. Þau lágu undir skemmdum en nú allt annað að sjá þau. Listgler Gerðar Helgadóttur var lagfært og hver steinn í altarismynd Nínu Tryggvadóttur fægður upp á nýtt. Skálholt miklu meira heldur en bara kirkjustaður. Það svo mikið saga hérna og það einhvern veginn þannig líka að það eiga svo margir taugar hingað þó þeir vilji ekkert með kristna trú gera einu sinni. Hafnfirðingar þurfa að fara úr bænum til að baða sig næsta 1,5 sólarhringinn því í kvöld verður skrúfað þar fyrir allt heitt vatn. Þar með hillir undir lok framkvæmda sem hafa staðið í 9 mánuði. Hér í Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði verða allir reknir upp úr klukkan 9 í kvöld, klukkutíma fyrr en venjulega og það sama gildir Ásvallalaug. Og þær verða ekki opnaðar aftur fyrr en í hádeginu á miðvikudag. Ástæðan sú að klukkan 10 í kvöld verður heita vatnið tekið af svæðinu sem sést á þessu korti, öllum Hafnarfirði og nokkrum götum syðst og vestast í Garðabæ. Yfir 30.000 verða þá heita vatnslaus, flest líklega í 1,5 sólarhring. Við erum að leggja hérna tæplega kílómeters langa flutningslögn og vinnan við þetta verkefni hófst í nóvember seinastliðnum. Og þetta verkefni til þess að tryggja að íbúar í Hafnarfirði fái heitt vatn. Bæði til að standa undir þeirri uppbyggingu sem þegar hefur orðið og líka til að byggja undir framtíðina. 50 til 80 ár inn í framtíðina nánar tiltekið. Og nú tími til komin að tengja og til þess þarf að tæma lögnina og tímasetningin valin út frá því hvenær heitavatnsnotkunin minnst inni á heimilum. En þeir sem nota þetta beint í sinni starfsemi þeir að sjálfsögðu finna fyrir þessu og við skiljum það að þetta krefjandi. Eru þið með einhver svona varnaðarorð til fólks? Við viljum bara minna fólk á það að hafa loka fyrir heitavatnskrana. Að þegar vatni kemur aftur á að það verði ekki eitthvað óvænt tjón. Hitabylgjur sumarsins hafa haft töluverð áhrif á franskan efnahag. Hiti fór víða yfir 40 stig í Suður-Evrópu helgina. Frökkum finnst nógu þegar hitinn snemma á morgnana komin í 35 stig eins og í morgun. Þetta orðið til þess að barir og veitingastæðir eru hálftómir í hádeginu yfir heitasta tíma dagsins. Bar- og veitingahúsa eigendur bera sig illa en ekki von á kaldari tíð í bráð því hlýtt eyðimerkurloft frá Afríku heldur áfram að streyma norður til Evrópu í það minnsta fram að næstu helgi.
Horrible. Ouais, j'aime pas ça. À 6h du matin, j'étais dans les rues et il y avait une fraîcheur formidable. Donc, là, ça a changé? Il faut se lever tôt. Bah oui, voilà, on peut retourner se coucher par exemple. Il fait trop chaud, on va boire en marchant, en visitant, mais on va pas s'arrêter chez les commerçants. C'est dommage pour eux, mais c'est un peu le cas. Il y a moins de fréquentation dans tous les cas. Donc autant on avait beaucoup de monde quand il faisait une trentaine de degrés, 28-30, là ça va. Là c'est vrai que c'est un petit peu diminué. Og það viðbúið að þessir og fleiri ferðalangar komi heim til skrælnaðra pottaplantna eftir að hafa verið á faraldsfæti. Garðyrkjufræðingur á Ítalíu hefur hins vegar fundið ráð við þessu. Hann rekur blómahótel og tekur að sér að passa plöntur og meðan eigandi þeirra eru að heiman. Rossi hefur alltaf haft unun að blómarækt og ákvað að gera þessa ástríðu að sumarstarfi í ár og passar 350 plöntur fyrir 50 heimili og hefur í nógu að snúast. Piante che ho qui in pensione le tratto come le altre mie, quindi do fertilizzanti specifici, do prodotti specifici, do prodotti per la difesa che sono prodotti biologici e uso anche degli insetti predatori per mangiare i più comuni parassiti delle piante. Í sumar hefur verið full bókað á þessu 5-stjörnu plöntuhóteli. Rossi ætlar því að stækka við sig fyrir næsta sumar. Plönturnar fá gott atlæti, jafnvel svo gott að eigendurnir þekkja þær ekki aftur. Una ragazza mi portò un basilico veramente molto brutto e allora le dissi guarda, quando le vieni a riprendere non lo riconoscerai più. Allora dopo quando ho fatto questa prova qui, quando è venuta a riprendere ho detto va bene, ok, ora vai a prenderti il tuo basilico, le tue piante, e non le ha riconosciute. Í Vallanesi á Fljótsdalshéraði unnið hörðum höndum að því að klæða nýtt hús með íslenskri ösp. Öspin úr skjólbelti á jörðinni og bóndinn á von á að viðurinn endist vel. Það þurfti að fella annarkvert tré á beltinu því það var svo mikið skuggi meðfræði. Þannig að þetta er bara vinn-vinn að grísa skjólbeltið og klæða utan húsin. Þannig að nú skýla skjólbeltin húsum í staðin fyrir gróðri. Í Vallanesi viðamikil lífræn matvælaræktun. Þar líka ferðaþjónusta. Annað samskonar hús var byggt fyrir 7 árum í tengslum við ferðaþjónustuna. Þá var líka notuð ösp til klæðningar og því heildar svipur á húsunum. Öspin var þó ekki einungis notuð í klæðningu á því húsi. Og Asparhús náttúrulega ösp alveg í gegn. Það er fyrsta hús það sem íslensku viður í burðarvirkinu. Þannig að það bara hrein íslensk afurð. Eymundur ánægður með útkomuna. Já, okkur finnst þetta gífurlega falleg og þetta bara upplifun fyrir smiðin að vinna með þetta efni. Þetta svo sterk borð, þannig að þetta bara virkilega gaman. Þetta dásamdar efni, klofnar ekki, er bara mjög sterkt í alla staði. Það kannski allir svo heppnir að hafa byrjað að planta skjólbeltum fyrir svona mörgum árum síðan en það til viður og til dæmis fyrirtæki Skógarafurðir sem að fletti þessu efni og þurrkaði fyrir okkur geta aflað efnis fyrir menn sem vilja klæða utan húsið sín. Hann telur að vinsældir íslensks viðar í klæðningar eigi eftir að aukast. Og talandi kolefni þá þetta náttúrulega varanleg binding kolefnis að klæða húsin utan með viði. Eymundur gerir ráð fyrir að viðarklæðningin eigi eftir að endast vel. Öspin þannig að þegar búið að þurrka hana þá lokar hún sig svo vel, þannig að hún tekur ekki í sig raka og við berum á hana línolíu. Þannig að hún, eins og Asparhúsið til dæmis, það eru 7 ára gamalt og það bara eins og sé nýklætt. Kastljósins snjáttur í kvöld eftir sumarfrí. Hvað ætlið að bjóða upp á í þætti kvöldsins, Baldvin? Ég ætla meðal þess að fá til mig Guðrúnu Hafsteinsdóttur, dómsmálaráðherra. Hún búin að vera í embætti núna í 2 mánuði og þetta segja hún taki við málaflokkum sem eru umdeildir. Ég ætla meðal þess að ræða við hana flóttafólk og hælisleitendur og heyra svona hver hennar stefna í þeim málaflokki og hvaða lausnir hún hefur á svona þeim verkefnum sem að bíða hennar. Svo settumst þetta líka niður með hljómsveitinni Nylon sem átti endurkomu á menningunótt. En við tókum bara á þeim svona með silkihönskum. Dómsmálaráðherra og Nylon. Fylgjast með því. Takk fyrir þetta, Baldvin. Og þá að veðri. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekúndu á morgun. Skýjað á austanverðu landinu og lítilsháttar væta, einkum í fyrramálið. Hiti 8-13 stig. Létt skýjað vestan til með hita að 21 stigi, hlýjast á Suðurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Víkingar settu nýtt stigamet í efstu deild karla í fótbolta í gærkvöldi þegar þeir unnu stórsigur á liðinu í öðru sæti deildarinnar Val. 2 umferðir eru eftir af deildarkeppninni. Keppt til úrslita í 4 greinum á HM í frjálsíþróttum í dag
Mikil spenna er fyrir 100 metra hlaupi kvenna. Og svo er það uppgjör umdeilds þjálfara heimsmeistara Spánar í fótbolta og umdeildur koss í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Dagsektir voru lagðar á leigusala sem leigðu út íbúðir í iðnaðarhúsnæði sem brann í Hafnarfirði í gær. Formaður húsfélagsins hefur ítrekað bent bæjaryfirvöldum á lögbrot. Mikil flóð hafa hrellt Kaliforníubúa í fyrsta hitabeltisstorminum í rúm 80 ár. Dæmi eru að rigning á einum degi sjáði tífalda úrkomu heils sumars. Nýtt snjóframleiðslukerfi er í byggingu í Bláfjöllum, þannig verður hægt að fækka snjólausum dögum í skíðabrekkunum og opna fyrr á veturna. Landamæraverðir í Sádi-Arabíu fremja fjöldamorð á flóttafólki frá Eþíópíu sem reynir að komast inn í landið samkvæmt nýrri skýrslu. Bandaríkjastjórn hvetur þarlend stjórnvöld til að rannsaka málið. Skálholtskirkja er eins og ný eftir yfirhalningu. Litlu munaði að helstu verðmæti kirkjunnar eyðilögðust í leka fyrir 3 árum. Vígslubiskup segir að hún hafi aldrei verið í betra standi. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn að vanda. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ég á sviði. 7 DÖF-nemendur frá 4 Norðurlandana hefja nám í leiklistarskóla í Stokkhólmi. Treysti lækninum. Fróðlegir þættir frá BBC heilsufar, lífstíl og heilsufarstengdar mýtur. Ymur. Pólsk glæpaþáttaröð unglingsstúlku sem hverfur sporlaust. Fyrsti áratugurinn. Bresk heimildaþáttaröð fyrsta áratug þessarar aldar. Farið er yfir stefnur og strauma, popmenningu og helstu viðburði. Heimsmeistarmótið í frjálsíþróttum er framundan og sem fyrr allt í beinni hjá RÚV. Mótið er að þessu sinni í Búdapest í Ungverjalandi og allt besta frjálsíþróttafólk heims verður með, enda bara ár í næstu Ólympíuleika. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop.